Komið þið sæl, Eygló Rúnarsdóttir heiti ég og ætla að segja ykkur örstutt frá meistaranámi í tómstunda- og félagsmálafræði sem við menntavísindasvið Háskóla Íslands og til MED gráðu. Meistaranámi í tómstunda- og félagsmálafræði til 120 eininga og það skipulagt þannig að það sé 4 fullar annir en alla jafna fólk að taka þetta nám samhliðavinnu eða aðeins hægara og þannig að það í rauninni innbyggt í námið að geta tekið það nokkuð sveigjanlega og það sett jafnframt upp sem blanda af stað- og fjarnámi. Náminu fyrst og fremst ætlað að mæta fólki sem vill starfa og leiða á vettvangi frítímans. Tómstunda- og félagsmála geirinn og vettvangur frítímans hefur vaxið og verið mjög gróskumikill á undanförnum árum og þar að verða meiri þörf fyrir velmenntað fólk, skapandi og sjálfstætt fagfólk. Námið hefur þróast undanfarin ár í 2 kjörsvið. Það annars vegar kjörsviðið samskipta og forvarnir og hins vegar kjörsvið sem heitir forysta á vettvangi frítímans. Og þessi þróun verður í rauninni til í gegnum samtal við nemendur sem hafa farið í gegnum meistaranámið og haft á því skoðun og þetta eins og fyrirkomulagið eins og það í dag niðurstaðan í gegnum þetta áralanga samtal við fyrrum meistaranema og vettvanginn á sama tíma. Og myndin sem við sjáum hér einmitt meistaranemar sem hafa látið til sín taka við þróun námsins og við höfum lagt á það áherslu núna undanfarin ár að meistaranemar þétti sig sem svona kjarna í náminu, mörg að vinna með náminu, þannig að snertifletir fáir nema í gegnum námskeiðin og þessi mynd tekin undir að vori þar sem að nemendur að rölta og rappa saman meistaranámið og það eitt af því sem við skipuleggjum 2 sinnum á önn fyrir nemendur. Meistaranám 120 einingar en jafnframt í boði að taka viðbótardiplómur á framhaldsstigi sem þá eyrnamerktar þessum sömu kjörsviðum, annars vegar samskipt og forvarnir og hins vegar forysta á vettvangi frítímans. Hverjir það svo sem að koma í þetta nám og fyrir hverja þetta nám svona hannað? Tómstunda- og félagsmálafræðingar hafa sótt í þetta framhaldsnám, þeir sem hafa útskrifast með BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði, en á sama tíma hafa aðrir mikið af fólki sem hefur starfað á vettvangi frítímans hefur sótt í þetta nám og aðgang fá allir þeir sem hafa lokið grunnnámi, bakkalárnámi á sviði menntunar, félagsfræði, sálfræði, þroskaþjálfafræði og að þessar tengdu greinar sem snúa að fólki og því að vinna með fólk. Við höfum haft stjórnendur í frístundastarfi, stjórnendur í skólum og aðrar fagstéttir sem að starfa innan skólakerfisins og hjá opinbera geiranum. Allir þeir sem að starfa með börnum, ungmennum, fólki á öllum aldri í gegnum leik eða frístundir og nám. Það hentar líka vel þeim sem að þegar hafa reynslu af vettvangi frítímans, hvort sem þeir hafa grunnnám á þessu sviðið ekki og hvort sem sú starfsreynsla löng eða stutt. Ef við skoðum aðeins fyrra kjörsviðið sem forysta á vettvangi frítímans, þá þetta það kjörsvið sem að fólk leitar í sem vill eflast sem framtíðarstjórnendur og leiðtogar. Og töluvert af þeim sem hafa sótt á þetta kjörsvið fólk sem þegar starfar sem annarkvort leiðtogar eða í hlutverki stjórnenda úti á vettvangi. Og námið sérstaklega miðað að þessum hópi stjórnendum og þá kannski skiptir heldur ekki máli hvort að sú stjórnendareynsla löng eða stutt. Og í gegnum námið þá eigin reynsla nokkur lögð til grundvallar, þannig að hún mjög mikilvægt verkvar í náminu og verkefni tengd áskorunum sem að fólk að glíma við jafnvel á vettvangi á sama tíma og það að sækja námið.
Skipulag námsins þannig sett upp að það eru skyldunámskeið og þetta eru dæmi þau. Það samstarf, siðfræði, stjórnun og þróunarstarf. Þetta eru svona inntakið í skyldunámskeiðunum en jafnframt nokkuð fjöldi eininga sem í boði sem val og innan menntavísindasviðs hlaðborð af valnámskeiðum sem nemendur geta tekið og þá í rauninni dýpka sig eins og ef fólk vil dýpka sig í fjölmenningu eða hinsegin fræðunum eða í stjórnun eða mannauðs vinklinum að þá eru möguleiki því að fólk getur í rauninni svolítið mótað sitt nám svona með ákveðinni svona sérhæfingu. Þetta hún Oddný Sturludóttir sem hefur komið til liðs við okkur á menntavísindasviði til þess sérstaklega að hlúa að þessu kjörsviði og þessari námsleið og hún hefur í samtali við nemendur þróa þetta þannig að það í rauninni sé aðgengilegt þeim sem að vilja eflast sem stjórnendur og leiðtogar. Og ef við lítum núna á hitt kjörsviðið, samskipti og forvarnir, þá þetta kjörsvið ætlað þeim sem að vilja dýpka sig í vinnu á vettvangi frítímans og sem leiðtogar án þess endilega vera í stjórnunarhlutverki og sérstaklega sniðið að þeim sem að starfa þar fyrir inn í félagsmiðstöðum eða frístundaheimilum eða jafnvel innan skólakerfisins og frjálsra félagasamtaka innan íþróttahreyfingarinnar og öðrum sem að hafa áhuga á því að hlúa að þessum málefnum með ungu fólki sérstaklega. Það hentar vel þeim sem að vilja eflast sem fagfólk og svo jafnframt þessi áhersla á að hagnýtt verkfæri, þannig að námið hagnýtt og í gegnum námskeiðin þjálfun í að beita þessum hagnýttu tólum sem að eru kynnt og unni með í gegnum námið. Og ef við skoðum núna samskipti og forvarnir og hvernig það kjörsvið sett upp í skipulagi, þá eru þessi skyldunámskeið sem að lúta að þessum þáttum, samskipti, einelti, forvarnir og inngrip, siðfræði og samfélag, félagsfærni og vinátta, en jafnframt fá nemendur tækifæri til þess að velja á milli námskeiða sem í boði á menntavísindasviði og dýpka þar af leiðandi sína áherslu í gegnum námið. Og svo þetta hlaðborð menntavísindasviðs með fjölbreytt námskeið þar sem að fólk getur í rauninni ennþá frekar dýpkað sitt sjónarhorn og hvað það vill fá sérstaklega í veganesti út úr meistarnáminu sínu. Og báðum þessum línum, bæði samskipt og forvarnir og forysta á vettvangi frítímans líkur með 30 eininga MED verkefni. Nú, umsjónarmaður námsins samskipt og forvarna hefur verið Vanda Sigurgeirsdóttir og hún hefur þróað þessa námslínu í gegnum árin og niðurstaðan á því hvernig námið sett saman í rauninni byggir svolítið á hennar sýn á það hvernig unnið með samskipti og forvarnir í gegnum á vettvangi frítímans. Nú, við hvetjum ykkur til að hafa samband ef það eru einhverjar spurningar sem vakna og það hægt í gegnum netspjall HÍ. Nú, senda tölvupóst á menntavísindasvið eða okkur sem erum í forsvari og svo bendi ég líka á heimasíðurnar okkar. Það hægt að nálgast allar upplýsingar meistaranám í tómstund- og félagsmálafræði í gegnum síðu menntavísindasviðs en jafnframt eru svona sérstakar upplýsingasíður hvort kjörsvið fyrir sig og mér langar til að deila þessari mynd með ykkur í lokin. Þetta eru nemendur meistaranemar í tómstunda- og félagsmálafræði, bæði á línunu samskipt og forvarnir en eins forysta á vettvangi frítímans, þar sem þau stóðu fyrir málþingi eða svona málstofu á ráðstefnunni Íslenskum æskulýðsrannsóknum, þar sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, borgarstjóri í Reykjavík og þá félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra og þarna voru þau svolítið að punda á
fólk sem í forystu í pólitíkinni varðandi málefni frítímans. Og þetta dæmi það hvað í rauninni meistaranemar í tómstund- og félagsmálafræði láta málefnin til sín taka bæði í náminu og á vettvangi og liggja ekki á liði sínu hvað það snertir. Nú hvetjum við fólk bara til þess að skoða umsóknarfrestinn og við hlökkum til að taka á móti nýju fólki næsta haust í meistaranám til okkar.